Minn. Er það ekki einfaldast? Jú. Það er rosa einfalt sko. Það er skoteld leið. Nú er ekki lengi að segja hvernig þú átt að gera þetta. Nei, hún er alveg átt að sjá því, bara leið. Farið þú nokkrar vikur í leiðinu bara að slappa af? Já. Slæði 2 flugur í einu höggi. Já. Hvernig er sem sagt verðlagið þarna með hvað ertu að borga fyrir pizzu og kók? Sko, danska krónan á móti íslensku er helmingi meira, sko, þannig að Okay. þetta kostaði, sko, ég held að þetta sé eitthvað 3.000 kall, sko. Já, bara svipað hér sko. Já, þetta er svona svipað, því, sko, en ef ég væri að eyða dönsku krónunum mín, þá væri þetta óbúndir, sko. Já, okay. Ég er með eitthvað 6.000 kall á tímann, sko. Já. Það er fín laun maður. Það getur sko 35% skatt, þannig að ef fíflið er nett að vinna allan daginn í dag, þá hef ég sko náð 300 skall nett og vinna þetta viku. Bara fyrir vikuna? Bara fyrir vikuna? Já, 300.000 netto fyrir vikuna, sko. Já, mjög flott maður. Það er geggjað, já. Ég held ekki, ef hann hefði nett að vinna, það er svo fyndið, sko. Hann hefði ekki að segja, herri Jóni, það kampist þér ef að vinna leikurinn til hátíðis. Já, hann er ekkert að spjalla fyrst hvernig hann er bara verið búin að ákveða. Nei, hann bara segir, við vinnum bara frá hátíð. Ok. Veist? Ég maður. En ég var eiginlega guðslífandi feginn þegar ég var að skoða hvað hann segði við hann, ég var að drefast í bakinu, ég væri bara frá hátíð, sko. Já, þannig að hann er bara, já, ég skil því, já. Þannig að hann bara græjaði þetta fyrir þig, sko. Þetta er svo skrítið, stundum lendir maður á fólki í lífinu sem að bara, þú veist, bara nálaðinu hans. Bara, já, bara leiðilegur. Ég er bara með leiður illa, sko. Nálaðinu. Já, ég skil. Það er bara lokaðan að gæja inn, sko. Já. Mamma, ég var að segja mömmu frá þessu, hún segði að blessa segðan bara farlega anskotan við íslensku. Og ef hann að spyrja hvað það segja, bara kemur ekki við. Já, mitt. Þú getur líka sagt að þetta bara þýðir flott hjá þér. Já. Þá getur þú sagt nógu oft við hann bara ljóti fáiðir maður eða eitthvað svona sem hann skilur alls ekki, sko. Ég veit það. Þá getur þú brosað og sett þetta við hann, sko. Já, ég ætla bara að byrja þig á morgun. Ég fór... Já, byrjaði hans á morgun bara. Ljóti fáiðir og brostu framan í hann. Þegar hann spurði það, þá segir það bara, já, bara rósaðir. Það líst ekki alveg það? Já, þessi er flott maður. Þessi er flott hjá hann. Flott pizza. Það er brauðið og bacon. Já, geggjað. Allt til flott. Hvað er þetta að fara? Ég veit það ekki. Ég ætla að spyrja sjálf mig að því. Ég er bara hérna með þennan og hana við hliðina á mér. Já, ok. Ég tók eftir því að í gær voru svona fullt af sápum inn í skáp sem hún hafði komið með frá sínu landi. Og hún var búin að setja allar þessar sápur ofan í gær, samt eftir að hún hætti við að fara, skilur. Það var samt eins og hún sé að enn að baka niður, sko. Já, ok. Það sé eitthvað skítugt. Ég er með þig nú. Já. Ég lét hana hafa 25.000 skall. Já. Svo þegar hún kemur úr bílnum, þá kemur hún með peninginn og inn í eldhús og lætur hún á borðið. Ég var ekkert að taka peninginn, sko. Já. Svo allt í einu tek ég eftir að peningurinn er horfinn af borðinu, sko. Já. Ég spyr svona hvað hann sé, þá segir hún sé inn í skáp, sko. Ég er svona að vera bara ég var ekkert að spyrja meira það, sko. Og svo fyrir ég að leita og ég bara finn ekki peninginn, bara ekki. Svo er hann inn á baði á það og þá fer ég í peysun hennar, þá er hann búinn að setja hann þar. Hún er að tryggja sér þannig hún hafa, hún tók hann aftur, sko. Þannig að... Hún treystir þig ekki.
Nei, ég meina... Nei. Svo eins og þegar maður búin að... Þú hefur nú aldrei verið á þessum buxunum við hana? Aldrei, ég hef alltaf verið rosalega... Alltaf verið, þú veist, frekar að óta að henni öðru frekar en hitt, sko. Og hérna... Hún er bara ekki... Hún er bara ótrúlega maður. Hún eldar ekki neitt maður. Ekki með ég byrja það, þá gerir hún það, sko. Já, ok. Það er öðruvísi en margar. Það er umöðulegt. Já. Það er umöðulegt. Skrítið líka, þú veist, eftir þessar samræðar og eftir allt þetta sem á undan er gengið. Þá er hún búin að segja eiginlega tvisvar í morgun, sko. Þú veist, einu sinni sagði hún, sko, að hérna, ég kannski kem með þér í bæinn á morgun og fer að tekka á okkur vinnu, sko. Þú veist, ég kann bara ekki svara þessu, sko. Ég sagði bara, þetta er nú ekkert svona einfalt, sko. Þú lappar bara ekkert inn í einhvers stað, skilur. Ég skilur þig bara ekki eftir og svo bara rölti búið eitthvað. Þannig að þetta er svaka. Hún virðist ekki skilja þetta með þessu. Hvernig, bara, já, ég fer bara að vinna það. Og talandi að ég var búinn að segja að hún sendi þessum gaur hérna sem hún fór með heim og fór að þrífa, sko. Ég sendi þessum gaur sem hún fór með heim að þrífa. Það er svona gamall glæpahundur, sko. Heyrðu, veistu hvað hann gerði? Brói hringdi í mig í morgun, sko. Og sagði bara, veistu hvað hann gerði? Sagði hann. Það sagði, nei, hvað? Þá sendi hún þessum manni, það sem við svona vöruðum hana bara við að vera ekki í sambandi við hann og svona og gerðum hann ekki geim fyrir því að þetta væri maður með ljóta fortíð og bara alveg snarruglaður, sko. Og hérna, eldirhellir, sko, og veit ég hvað. Sko hann gerði, veistu hvað? Hún sendi honum skilaboð og sagði bara, ég vissi ekkert af því að þú væri svona og svona og svona og hinsegin og sagði bara að þú væri í eiturlyfjum og öllu og hann náttúrulega sendi strax á konuna sem undan hann, hvað djöfulegt þú að segja um mig. Hældi því, það var ekki þykk blaðsíða þarna, sko. Hún er stór hættuleg. Það er sko, það segi ekki neitt, sko. Alls ekki neitt. Þannig að þú veist aldrei hvað svona gaur gerir. Nú, hérna, að segja svona við mann, sko, þú veist aldrei hverju hann tekur, sko. Hún náttúrulega búin að eyðileggja náttúrulega fyrir þau voru orðin allt í lagi vinir, sko, hann hafði komið hann í kaffi og afmæli og svona. Hann er aldrei að fara að koma þarna. Þegar hann veit að hún hefur verið að tala svona illa konuna stundar, sko. En held í því að vera að setja, átta sig ekki á því að þú fyrir að senda svona á hann. Þú veist, það er bara, þetta er ekki viðræðið hæft, sko. Virkilega spes, sko. Hún er nú svolítið öfundsjúk mín, sko. Nó? Já, þú veist, leið að það er eitthvað breyting, sko. Núna er ég búin að vera í fangabúðum í 5 vikur, sko. Já. Og svo er náttúrulega breytist að allt í einu er ég komið að væpa hérna á hótelinu, sko. Já. Og ég finn að hún er að senda á mig, en ég sé ekkert að ég er að tala um mömmu, sko. Já. Ok. Ég finn að það er að koma skemmti, sko. Ég get ekki tjekka að ég er að tala um mömmu, ef það er hann í eyranu, sko. Já, þú heyrir það, já. Það eru þá hérna, og svo tjekka ég á, ég tala um mömmu. Þegar ég tjekka á skilabónu, þá, þú veist, hvar ertu, hvernig er það að tala við? Okkur svarar ekki. Já. Þetta er svolítið leiðilegt, ég þolir þetta. Þá tók ég bara skjámynd af síma viðtalinu við mamma, sko. Ég er ekkert að fara að útskýra þetta, sko. Nei. Búin að vera í fangabúðum í 5 vikur og svo bara aðeins að anda bara í 3 klukkutíma. Já. Það er svona, Já, hugsaðu. Það er svona tristir ekki, sko. Já, þetta er núna með geðsjúkleiki í 4 vikur. Já. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem maður hefur þörf fyrir, sko, loksins þegar kemur smá pása, sko.
mér finnst þetta bara, þetta kemur nú örugglega bara fljótlega í ljós bara, þú veist. Og hún sagði nú aftur í gær, sko, ég kannski bara fer í þetta athvarf. Þú veist, það var nánast upp úr engu, sko, þú veist. Það verður ekki að reyna að halda í hana, Jú, algjörlega. Ég held að það sé að reyna að halda öllu bara góðu, sko. Þetta þarf ekki að fara öðruvísi fram en í góðu, sko. En ég get ekki séð... Þú þarft eiginlega bara að vera pínulítið falskur í leiðinu, sko.